Við höldum áfram með föstudagsþáttinn. Undanfarin ár hefur skógræktargeirinn á Íslandi staðið fyrir viðburði sem ber yfirskriftina Líf í lundi. Til þess að fræða mig og okkur betur það eru þær komnar hingað frá Skógræktarfélagi Eyfirðinga Brynhildur Bjarnadóttir og Sigríður Hrefna Pálsdóttir. Verið hjartanlega velkomnar báðar tvær. Takk fyrir. Líf í lundi, hvað felur það í sér? Það felur í sér að kynna skóga og skógrækt á Íslandi. Að bjóða fólki út í skóg eða á viðburð þar sem verið að rækta skóg og kynna bæði starf alla félaga, skógræktarfélaga en líka Landssamtök skógareigenda og Skógræktin, ríkisstofnunin að þá að kynna starf sitt og skógana í landinu og hvað hægt að gera í skógi og fleira. Allt mögulegt, já. Og ansi margir aðilar sem koma að þessu, greinilega. Já, yfir 60 aðildarfélaga Skógræktarfélag Íslands. Þar á meðal Skógræktarfélag Eyfirðinga. Já, og hvað stendur til að gera hér? Heyrðu, við ætlum eiginlega að fagna á margan hátt. Skógræktarfélag Eyfirðinga var 90 ára í fyrra og fór strax í það þá að vernda þær birkileifar sem voru eftir. Eyfirður var frekar eða skógarlaus þarna 1930 þegar Skógræktarfélag Eyfirðinga var stofnað. En það voru smá leifar af birkiskógi í Leyningshólum, innst í Eyjafjarðarsveit og í Garðsár, eða Þverárgili við Garðsá. Og strax 1931 tókust samningar við landeigendur að friða birkileifarnar í Þverárgili og við ætlum að vera í Garðsárreit. Það er í dag, 90 ár frá því að þær birkileifar voru friðaðar og nú þar myndarlegur skógreitur, þó hann sé lítill. Einmitt, glæsilegt. Læsilegt og er mikill undirbúningur á bakvið svona viðburð? Já, við náttúrulega hugsaum þetta fyrst og fremst sem bara kynningu á svæðinu og hlökkum til að taka á móti fólki inn í Garðsárdal og inn í þennan reit. Hugmyndin er að vera með svona smá fræðslu, bjóða fjölskyldum að koma og ekki síður krökkum. Skógur er nefnilega svo miklu meira en bara trén sem í honum, sko. Hann er heilt vistkerfi út af fyrir sig og þó að trén séu stærstu lífverurnar þá inn í honum alls konar fuglar og það eru smádýr og það eru aðra plöntur og svona. Og hugmyndin er að á þessum degi þegar við ætlum að taka á móti fólki að vekja svolítið athygli á líka hinum lífverunum í skóginum. Ég ætla að vera með smá fræðslu bæði pöddur og blóm og leyfa krökkum að veiða dýr og smádýr og svona og skoða þetta svo í víðsjá og reyna svona aðeins að vekja athygli á því einmitt að það eru ýmis konar hringrásir í skóginum sem eiga sér stað og svo náttúrulega minni á að í skóginum er alltaf gott veður. Það er svo gott að koma þangað og þar er lognið og þar er oft svo notalegt að vera, sko. Já, það er þörf áminning núna þegar veðrið er búið að vera eins og það hefur verið undanfarið. Akkurat, sko, en við vonumst nú til þess að veðrið verður betra þá reyndar, en þetta er svona hugmyndin að reyna að fá bæði fullorðna og smáa inn í skóginn og vekja einmitt bara athygli á öllum þessum hringrásum sem fara fram inn í honum og því hvað hann getur gefið okkur einmitt bara í svona alls konar þjónustu sem hann veitir. Ekki bara útivistin, heldur líka bara ánægjan af að vera og heyra fuglahljóðin og leita skordýrum og þess háttar, sko. Einmitt sjá skóginn í víðara samhengi. Já. Og hvenær stendur til að hafa þennan viðburð? Líf í lundi er 27. júní, það er laugardagur. Já. Og við ætlum að vera þarna frá 10 til 12 og svo við ætlum að hita ketilkaffi og vera líka með djús og svona. Við hvetjum fólk til að mæta með fjölnota mál, þannig að við gerum sem minnst rusl. Já. Og þannig að við bjóðum upp á smá veitingar og jafnvel gróður setjum í tré af því að reiturinn á afmæli. Já. Það geti verið. Þetta er náttúrulega, en skógræktarfélög þau náttúrulega starfa allt árið, ekki satt? Sko þó að kannski aðal vinnutíminn sé í sumarið, sko hvað gróðursetningar og svoleiðis varðar. En svona fræðslan væntanlega og allt sem því fylgir fer fram allan ársins hring, eða hvað? Já, skógræktarfélög náttúrulega vinna í skógi fer fram allt árið, það er alveg rétt, en svona hátíminn er auðvitað þetta vaxtartímabil og þegar við getum verið að sinna skóginum sem er kannski meira frá vori og fram á haust en auðvitað alveg umhirða sem að þarf svo sem að fara fram allt árið. Já. En það er náttúrulega mjög gaman að geta boðið fólki inn
inn í lundina og það er það sem að ég held að skógræktargeirinn á Íslandi sé svolítið að vinna með núna að reyna að fá fólk meira inn í skógana, sína að við erum ekki bara að rækta þá til þess að hafa þá þarna, heldur erum við að rækta þá til þess að einmitt geta boðið upp á útivist og við höfum nú séð það bara núna í gegnum COVID-tímabili að fólk sótti mjög mikið í skóginn, í útivist, nýtti skógana, sérstaklega til dæmis hérna fyrir norðan, Kjarnaskóg var mjög mikið notaður bæði að vetri til og að sumri og hefur verið það í gegnum tíðina. Já. Og það krefst auðvitað bara umhirðu, það þarf að sinna stígum og það þarf að klippa frá greinar og svona. Þannig að þetta er moka snjó, tróða snjó, gera þetta svona aðgengilegt. Þannig að þetta er vinna sem fer fram í rauninni allt árið en auðvitað kannski hápunkturinn yfir sumarið þegar allt í blóma og trén skarta sínu fegusta. Einmitt. Og hérna, og náttúrulega liður í að vekja bara athygli fólks á því hvað. Þetta er náttúrulega umfangsmeiri vinna einmitt en fólk kannski ekki almennt gerir sig grein fyrir. Það er engin spurning og bara þessi til dæmis eins og í vetur þessi svona aukna áhersla á skíðagöngu, það að fólk geti komið og nota skóginn í skíðagöngu, það var mjög mikil aukning í því í vetur og þá talsverð vinna sem fór fram í bara tróðabrautir og búa til. Þannig að hérna, þetta er gaman að sjá þetta starf vaxa og dafna og finna að almenningur er að veita skógum meira og meira athygli og sjá svona gagnsemi þeirra á ýmsan hátt. En það er einmitt kannski það líka að fólk gerir sig grein fyrir, það er skógræktarfélag sem stendur á bakvið aðstöðuna í Kjarnaskógi til dæmis og að það eru fleiri skógræktarfélög hér á svæðinu. Það er skógræktarfélag Ólafsfjarðar og skógræktarfélag Siglufjarðar og skógræktarfélag Suður-Þingeyinga sem eru regnhlífasamtök yfir, það eru svona deildir innan skógræktarfélags Suður-Þingeyinga. Og hérna við ákvæði ára að heyra í formunum þessar félaga og við ætlum að styðja hvort annað í því að auglýsa þessa viðburði. Já, frábært. Þannig að skógræktarfélag Suður-Þingeyinga verður með skógargöngu klukkan 3 að Haga 2 í Aðaldal, kynna þann skóg og skógræktarfélag Ólafsfjarðar ætlar að vera, þau eru ungt félag, voru stofnuð 94, þannig að þau eru ekki ennþá komið með fullorðin lund til að bjóða fólki í, þannig að þau ætla að gróðursetja til framtíðar og verða klukkan 10:30 á laugardaginn að gróðursetja. Það er, ég veit ekki alveg nákvæma staðsetningu en það er hægt að fylgjast með, þau eru með Facebook-síðu. Já, ég ætla einmitt líka að koma því fyrir þá sem vilja verða sér út frekar upplýsingar hvert á að mæta og bara svona helstu upplýsingar viðburði. Hvar er hægt að nálgast þær? Já, það er til sameiginleg síða sem heitir Skógargáttin, þar sem að viðburðir á öllu landinu verða auglýstir. Já. Og þeir eru líka með Líf í Lundi Facebook-síðu, þar verða líka alveg bara dagskrá yfir alla viðburðina. En svo eru þessi félög hér í Eyjafirði og Suður-Þingeyinga líka með Facebook-síðu sjálf. Þannig fólk fer þá bara inn á Facebook og leitar að skógræktarfélag Eyjafirðinga og málið er leyst. Já. Finnur allar upplýsingar þar og bara starfið okkar almennt. Ég hvet fólk til að fara inn á síðurnar okkur og sjá hvað við erum að gera. Það er oft meira starf en fólk kannski gerir sig grein fyrir. Og fleiri viðburði sem að skógræktarfélagi til dæmis stendur fyrir í sumar. Við stefnum á að vera með sveppagöngu síðar og þetta er allt auglýst á Facebook þannig að fólk þarf að vera bara duglegt að fylgjast með þar. Heldur betur. Þetta er allavega ótrúlega spennandi og gaman að geta fagnað afmælinu á síðast ári og svo slegið nokkrar flugur í einu höggi. Akkurat. Ég bara vona að þetta gangi vel og veðrið verði orðið töluvert betra. Það verður bara sól og blíða í skóginum. Já, það er alltaf eins og ég segja, alltaf gott veður í skóginum. Nákvæmlega, og við hvetjum þetta bara alla til þess að mæta. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Já, takk fyrir.